Komiði sæl og blessuð, kæru vinir og verið velkomin að skjánum. Föstudags þátturinn siglir lignan sjó í kvöld. Þrátt fyrir lagðir og leiðindið þarna fyrir utan. Við ætlum að hafa það kósí, við ætlum að hjúra okkur og nú þegar eru tveir aðilar búin að koma sér mjög þægilega fyrir í sófanum til þess að fara yfir fréttir vikunnar. Þetta eru þau Jón Þór Kristjánsson sem upplýsingafulltrúi hjá Akureyrarbæ og Gígja Hólmgeirsdóttir, okkar kona fyrir norðan, eins og þeir segja hjá RÚV, dagskrárgerðar kona hjá RÚV. Veriði hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Gott að sjá okkur og gott að fá okkur. Sömuleiðis. Og bara til hamingju með þessa nýju útgáfa föstudagsþátturinn. Ó, þakka þér. Þetta er mjög gott að vera þarna. Já, þetta er mjög huggulegt. Þægilegur sófi, mjög notalegt. Já, það er mjög flott. Það skiptir miklu. Það skiptir nefnilega miklu máli. Segðu mér nú, hvað finnst ykkur að hafa markvert, skemmtilegt og skrítið að hafa gerst í þessari viku? Markvert, skrítið og skemmtilegt. Ég held við verðum nú bara að taka eitt mál sem að held ég klífur þjóðina í tvennt. Ég er ekki að tala um Þóri Sæm, ég er að tala um kettina. Já, einmitt. Stóra kattamálið. Já, ég veit. Ég séð á Facebook og það eru nokkuð búin að koma með dagsetningu þar sem þeir vita núna hvernig það ætla að flytja frá Akureyri. 1. janúar 2025. Það er rosalegt. Já, þetta er áhugavert mál. Sko svona umræða hefur átt sér stað alveg lengi, ég meina Norðurþing með bann við lausagöngu katta sem var tekið upp 2008, Árborg kom með svipabann 2010, það var nú bara yfir eitt sumar út af því að Dýralæknasamtök Íslands og fleiri settu sig bara hart gegn þessu. Já, og alltaf skapast þessi gríðarlega umræða. Fólk skiptist bara virkilega í tvo hópa og þetta verður svona tilfinningaþrungin umræða. Já, ég er sammála því. Það er svona, ég veit ekki, sko, þrátt fyrir þetta hafi verið mikið umræðunni, og sko svona í sumar, það var mjög mikið umræðunni í sumar. Já. Ég er samt ekkert endilega viss sko að allir hafi gert sér grein fyrir því hvað þetta hefði mikil áhrif núna, sko, ekki svona mikil. Þetta hefði verið gríðarlega mikið umtalað og ekki bara, sko, það er nú oft eitthvað svona, já, Akureyringar þeir eru svo gaman að tala um stjómokstur og lausagöngu katta og eitthvað svona einhver ákveðin mál, sko, svona einhver lokal mál, en þetta hefur bara, sko, vakið þvílíka umræðu og athygli langt út fyrir Akureyri. Það er bara, málsmetandi fólk allt land sem að tjá sig mjög mikið og sitt sýnist hverju með þetta. En þetta hefur verið mjög svona áhugavert að fylgjast með þessu, sko. En ég kannast alveg við þetta að hafa ketti í garðinum að, þú veist, veflastarum og maður kíkir út og sér, hann er einn að skíta í beðið og svona maður kannast alveg við þetta og það hafa komið ókunnugir kettir inn til manns og maður lokar alltaf gluggunum sko til hálfs eða þá bara alveg, þú veist, maður hugsar alveg út í þetta. Já. Þú veist að kettir komist ekki inn til manns, þannig að ég kæri mig ekki beint við það þó að kettir séu voða notalegir. En ég myndi samt sakna svolítið katta, svona að spranga í hverfinu. En það er langt í þetta, þannig að við þurfum ekki að hafa ágjörð af þessu alveg strax. Já, ég er bara undirbúa mig svona andlega fyrir þetta. Þú getur byrjað að undirbúa þig núna bara. Eitthvað fleira? Já, ég meina það er náttúrulega bara eitt og annað, maður sko oft erfitt með einhvern veginn að finna eitthvað eitt eða tvennt sko sem stendur upp úr, þú veist, það verið mjög mikið í fréttum þessi loftslagsráðstefna út í Glasgow. Já. Hún náttúrulega er svolítið stóra málið núna, svona fyrsta frétt í fréttatímum, dálítið mikið og við náttúrulega erum með herlið þar úti, sko, Íslendingar, mjög margir hvað ætla að séu, 50 manns? Jú, 50 manns. Eru frá stjórnvöldum og félagasamtökum og lífeyrissjóðum og fleirum, sko, og það er mjög áhugavert að fylgjast með þeirri umræðu, finnst mér allavega, sko. Þetta er mjög áhugavert og bara í ljósi frétta í dag sem komu, Veðurstofan segir að það hafi aldrei verið, eða einu sinni áður á síðustu 30 árum, jafnmikil úrkoma á Norðurlandi í október. Og við sjáum skriðuföll á Seyðisfirði og í Kinnafjöllum og Tröllaskaga og það hefur bara verið sagt að þetta séu hluti af loftslagsbreytingum og þessum svona veðurfarsbreytingum sem við erum að sjá. Við upplifum rosalega heitt sumar hér á Akureyri og á Norðurlandi og Austurlandi. Þannig að það eru þessir öfgar í veðurfari sem maður er byrjaður að sjá bara heima við túnfótinn og svo er þessi loftslagsráðstefna auðvitað í Glasgow. Núna eru held ég allir svona hæst settu embættismennirnir stjórnendur ríkjanna, þeir eru að fara svona til síns heima. Þær
umræður eru allar búin að núna taka við þessir embættismenn sem eru bara nótt við dag í einhverjum lokum herbergjum að díla og gera þessa samninga. Svo koma ráðherrarnir í svona loka vikuna, þannig að þetta verður ótrúlega spennandi að fylgjast með þessu og ég hvet líka alla sem hafa ekki hort á David Attenborough að flytja sína ræðu þarna fyrir alla háttsettu aðilana. Hún var alveg mögnuð. Sáu hana? Nei, ég er ekki búin að sjá hana. Nei, ég sá hann fluttiræði, ég er ekki búin að hlusta á hana. Hún sko rosalega pródúseruð, það bara sett þarna hljóðmynd undir og maður er bara eins og í bara einu stykki David Attenborough þætti og maður fyllist bara svona já, nú verðum við að gera eitthvað, nú tíminn. Já, þetta mjög áhugavert sko, líka því að það var svo góður árangur einhvern veginn sem náðist sko með Parísarsamkomulaginu þannig að það var svo mikið gleði eftir það, eftir svona vonbrigði á mörgum fundum þar á undan sko. Já, algjörlega. Að svo einhvern veginn byrjaði þessi rástur núna að einhvern veginn fólk fór svolítið svona lítið í sér inn í þetta, fannst mér, einhvern veginn. Svo auðmýkt. Já, við svona, við lofum rosa miklu síðast en hefur rosa lítið gerst þannig eitthvað að margra mati sko. Þannig að já, það verður fróðlegt að sjá svona hvað kemur út úr þessu. Þetta skiptir miklu máli. Og talandi góða fréttir, hvenær áttu vona þér? Herði bara morgun. Nei. Já, ok, frábært. Þannig að þetta fyrir til fréttavikunar. Nýjustu fréttir. Nei, þetta er alveg áramótabarn. Þetta er áramótabarn? Já, þannig að það verður bara svona gaman að sjá hverju megin það lendir. Hvort það verður 9 árs eða gamla ás? Já, og ég meina, þú veist, þetta eru líka kannski svona ekki fréttir vikunar en svona meðal frétta ársins að... Þetta, já, ég er sammála því. Þetta er á nokkur svafa meðal frétta ársins. Að barnsfæðingum hefur fjölgað gríðarlega. Já. Það hafa ekki fæðst, sko, hvernig, ég veit nú ekki alveg statíkina svona núna en það eru búin að fæðast fleiri börn akkurat á þessum tímapunkti heldur við gerðu allt árið í fyrra. Af hverju finnst mér eins og ég hafi séð töluna 300? Eitthvað svoleiðis, já, getur verið. Finnst það? Þú kannski veist þetta líka, þú kannski skýra á... Já, er ekki búin að brjála að gera? Það er sprenging við skýrnum. Já. Ég held að vinkonu mín hafi skýrt 14 sinnum bara á undanfarnum vikum sko. Eða einni viku eða hvað það var. Sko, þetta er bara tölur sem eru alveg ótrúlegar sko. Blessuð COVID-börnin. Þetta eru COVID-börn. Það er bara svoleiðis sko. Það er bara hvað þannig. Þetta er svona eins og eftir frostavetur. Já, það er svoleiðis. En talandi börnin sko, það er eitt sem langaði bara að nefna sem ég veist ekki að fengi ná mikla athygli. Það er kannski ekki beint frétt vikunum, það er svona stór frétt sko. Það er að hrekkjavakan. Hún er bara búin að neglfesta sig í sessi á Íslandi og það er bara, fólk er ekkert að grínast með það. Það er búin að fletta inn í þessa viku og fréttið þannig svona á sunnudaginn og inn í vikuna af þessum heimilum sérstaklega reyndar fyrir sunnan sem er búið að breyta bara einhverjar hryllingsbúðir og þú veist, ég held kannski að Íslendingar myndu taka þetta sem eitthvað svona hrekkjavaka light, bara svona einhverjir svona bilaðir búningar sem myndu svona nota þetta sem tækifæri til að lyfta sér upp sko. En þetta er að stefni það að verða bara svona alvöru. Þetta er að fara að taka yfir öskudaginn. Það er bara svoleiðis. Já, er þetta ekki svona mótvægi? Er þetta ekki, þú veist, þetta er haustið og öskudagurinn er svo, þú veist, þegar aðeins líður á veturinn. Jú, þú veist, það er svo frábært að græða annan nammidag, sko. Já, einmitt. Ég held líka að sko foreldrar eða svona fjölskyldur í heild sinni viljast taka meiri þátt í, sko, hrekkjavökunni. Já, því að það er farið, þú veist, hús úr húsi og verið að banka upp á, þú veist, hjá fólki en ekki fyrirtækjum. Það er, þú veist, auðvitað þessi svona aðeins persónulegri munur. Og búningarnir eru mjög skemmtilegir. Það er mjög gaman að sletta á sig blóði og vera með heilan út og augun lafandi og eitthvað svona. Það er svolítið gaman. Ég var nú með heyslu sem hann hérna settinu daginn. Og svo náttúrulega sko, blessu börnin og söngin þeirra. En þú veist að þurfu ekki að hlusta á Bjarnastæðabelgjurnar 48 sinnum í einni beit. Það er líka kostu við hrekkjavökuna. Mér langar að lokum til þess að bara að minna á að núna helgina þá eru björgunarsveitirnar að fara á stað til þess að selja neyðarkalli og það er bara full ástæða til þess að hvetja alla til þess að taka vel á móti fólki þar. Það skiptir máli, finnst að lægðarnir eru farnar að segja til sín og við vitum alveg hvert við leitum. Já, klart. Það er til björgunarsveitanna. Það er til björgunarsveitanna. Veistu hvað kall verður núna? Nei, ekki sé það. Spennandi. Mjög spennandi. Það verður fréttum næstu viku. Hvaða kall var. Tökum vel á móti þeim. Já, heyriði, hjartans þakkir fyrir komuna og góða yfirferði við fréttir vikunar. Takk þér. Takk. Og við sjáumst bara vörmu spori.